Við setjum ofbeldi í fókus í þættinum í dag en apríl alþjóðlegur mánuður gegn ofbeldi á börnum. Við byrjum í Hofi en þar var í febrúar kynnt samstarfsyfirlýsing Akureyrarbæjar og embættis lögreglustjóra á Norðurlandi eystra átak gegn heimilisofbeldi. Samstarfsyfirlýsing Akureyrarbæjar og embættis lögreglustjórans á Norðurlandi eystra átak gegn heimilisofbeldi felur í sér markvissari viðbrögð og úrræði og bættri þjónustu við þolendur og gerendur. Samskonar verkefni sem hafa verið í gangi bæði á Suðurnesjum, Reykjavík og Akranesi og nefnist að halda glugganum opnum hafa skilað marktækum árangri. Það felst í því að við ætlum að taka höndum saman gegn heimilisofbeldi. Felst í því að við ætlum að koma þekkingu inn á heimili þar sem heimilisofbeldi hvað gerir, taka málin sterkari tökum og reyna að vernda börnin sem þar eru fyrir ofbeldi. Hvernig verður það gert? Það verður gert þannig að við myndum segja að það byrjar þetta alltaf á því að lögreglan fær kall á hjálp og við förum inn á staðinn. Þá tökum við vitum að börn eru á staðnum, þá tökum við með okkur fulltrúa frá barnavernd sem kemur inn og þar verður þetta bara metið hvað er. Lögreglan hún mun gera meira en venjulega, hún mun rannsaka alveg vettvang og hún mun taka viðtöl á staðnum við vitni og við aðila og gera svona meiri vinnu en við gerum venjulega til þess að byggja máli betur upp. Síðan mun félagsþjónustan sjá að leiðbeina aðilum, bæði þá brotaþolum og svo og gerendum og koma til þeirri þekkingu hvað það er hægt að gera. Síðan ef það er alvarleg mál þá getur lögreglustjóri ákveðið að brottvísa þá geranda af heimili og í framhaldi því nálgunarbann. Þetta verður bara alltaf að metast eftir hvernig málin eru. Þannig við erum að hugsa með við sem koma inn sem stuðningsnet fyrir viðkomandi líka aðalega og það er það sem félagsþjónustan kemur betur inn með okkur í þessi mál. Nú hefur þetta verið gert nokkur skeið á Suðurnesjum og svo núna í Reykjavík. Er það að fylgja því módeli? Já, þannig að segja það, ég var nefnilega lögreglustjóri á Akranesi líka og ég tók upp þennan verkfæri þar, bara rétt eftir Suðurnesjum. Þannig ég er svona aðeins kunnug því og við vorum með þetta og þetta gekk vel á Akranesi, málum sem við tókum fyrir þar og kom upp hjá okkur. Þannig að mín reynsla af þessum verkfæri er mjög góð. Og bara þegar við saminum kraftan okkur þá erum við að veita betri þjónustu fyrir fólki sem hér býr. Þannig að þið eru að taka þetta svolítið, það þarf heilt þorp til að ala upp barn. Já, það er þannig og þetta kemur okkur öllum við. Heimilisofbeldi er eitthvað sem á ekki að líðast. Þá á enginn að þurfa að vera beittur ofbeldi. Við talum ekki börn, þar verðum við öll að standa saman og vera málsvari þess og tilkynna og láta vita. En oft er þetta svo dulið og þetta er svo falið og hvernig getur fólk snúið sér í þessu? Við vonumst þetta til þess að með þessu að nú erum við bjóðið upp á meiri þjónustu og meiri stuðning að fólk sem er beitt ofbeldi að það bara hringi í okkur og taki kjarkinn og gangi skrifinu lengra því að það er algjörlega óásættanlegt að vera beittur ofbeldi og við viljum hjálpa þessu fólki. En þarf það að bíða eftir næstu yfirhalningu? Það er að segja ef þú býrð við þetta í dag og þú veist þetta er eins og tifandi tímasprengja. Þarfst að bíða eftir að það verði ráðist næst á því? Nei, þú þarfst ekki að bíða eftir því, en það er kannski ekkert neins sannanir fyrir akkurat málið þá, en það fyrir líka eftir hvað brotaþoli hefur gert áður, fór hann upp á sjúkrahús og fékk áverkavottorð eitthvað, en það eru alltaf hægt að leita og tala við okkur og líka við félagsþjónustuna. Og börn, hvert geta þau snúið sér? Börn geta snúið sér til lögreglunar og til félagsmálayfirvalda. Þau geta snúið sér til allra, geta líka snúið sér til skólayfirvalda. Það er tilkynningaskylda þar ef barn er beitt ofbeldi, þannig að ég held að það séu þau geta gert það. Þannig að það er kannski að koma þarna meiri von að það verði stoppað því að oft hafa börn verið að segja frá en svo stoppar ekki ofbeldið. Já. Er það kannski von þarna? Það gæti verið von þarna, já. En sérðu fyrir þér að þetta verði gert við fleiri bæjarfélög heldur en Akureyri? Já, ég vona það. Við byrjum núna bara á Akureyri og ég er búin að tala við Norðurþing og þeir að skoða það. Ég er bara nýkomin og ekki búin að tala við alla sveitarstjórana en það stendur til að ræða þetta við alla og aðtöku hvað þeir geta gert. Það er auðvitað stefnan og markmiðið. Og þetta er náttúrulega vegna þess að það er góð reynsla af þessu og þess vegna er engin ástæða til þess að gera þetta ekki. Já, akkurat. Það er bara mjög mikilvægt að gera þetta. Þegar barn verður fyrir andlegu eða líkamlegu ofbeldi getur það fylgt viðkomandi langt fram á fullorðins ár. Kristján Hrannar, nýr ráðgjafi hjá Aflinu, settist niður með okkur í byrjun árs og sagði okkur sína sögu. Ofbeldi hefur ýmsar birtingamyndir og víða falið í okkar þjóðfélagi eins og öðrum.
Skömm og þöggun oftar en ekki veruleiki þolenda í ofbeldismálum og þá ekki síst þegar þolandinn karlkyns. Margir karlmenn líta á það sem veikleikamerki að leita sér hjálpar og bera harm sinn í hljóði, en sú byrði getur haft hræðilegar afleiðingar í för með sér. Kristján Hrannar Jónsson einn þeirra sem beið lengi með að takast á við sína æsku drauga. Leið mín liggur hérna fyrir rúmum 2 árum síðan. Þegar að ég þarf bara stend fram fyrir því að gera bara upp mjög erfið mál úr fortíðinni. Ég alin upp í Reykjavík og bjó í Reykjavík í 44 ár. Og alin upp við heimilisofbeldi. Þar sem ég var vitni af grófu heimilisofbeldi. Og það var pabbi minn sem beitti þessu ofbeldi bæði andlega og líkamlega. En ég var ekki fyrir líkamlega ofbeldi. En ég horfði upp á það sem hann til dæmis í skipti, kjálkabraut mömmu og þá svona hét ég því að fara aldrei heiman. Ég ætlaði bara svolítið að passa mömmu. Þannig að ég var svolítið að hlaupa heim úr frímínútum úr skólanum og vita hvort var allt í lagi og svona reyndar svolítið að vera hlúa svolítið að mömmu. Já. Og mér gekk afleiðlega í skóla og systir mín, henni gekk mjög vel, en ég var bara mjög ódöll, bara í slagsmálum og gekk bara í skóla. Já. Þannig að þetta fór aldrei vel af stað hjá mér. Nei. En þegar ég 18 ára gamall þá, sem sagt, ég nú hættur að drekka þarna, 16 ára og fór að æfa bardagalist. Já. Sem var svolítið svona vendipunktur í lífinu. Þarna fékk ég viðurkenningu, ég hætti að slást og drakk ekki í 4 ár. Æfði bara bardagalist og fékk mikla viðurkenningu. Sem ég fékk aldrei heima á mér, ég fékk aldrei viðurkenningu heima á mér og ég fékk ekki viðurkenningu í skólanum, ekki stóðið mig þar. En 18 ára gamall þá ákveði ég að fara að heiman. Já. Fór vestur á Firði með vinum mínum á vertíð. Og sagði mamma og pappa að nú eru þau bara að sjá sig sjálf. Já. En 6 mánuðum eftir það þá dó mamma. Þá eru þau á fylleríi heima og mamma fer á svalir á annarra hæða blokk og ætlar að príla niður og detta niður og dó 8 árum seinna. Þarna tvíburasystir mín komin til Svíþjóðar sem au pair. Og hún ílengdist svo út í Svíþjóð, kynntist ofsalega góðum sænskum strák þar og þau fóru að búa saman og hún fór í háskólanám. Og þegar hún sem sagt 28 ára gömul þá á hún 1 ár eftir að vera hjúkrunarfræðingur. Og þá svipti hún sig lífi. Tvíburasystir mín var mér allt. Og þá hafði hún verið misnotuð kynferðislega þegar hún var lítil stelpa heima. Hún sagði ekki frá. Nei. Við hérna í Haflinu erum að fara í 7. og 9. bekk í skólana og hvetja krakkan til að segja frá. Vegna þess að það bara lífshættulegt að segja ekki frá. Akkurat. Og hún sagði ekki frá. Ef hún hefði gert það, þá var hún á lífi í dag. Ástæðan fyrir því ég veit þetta að hún skrifaði með kveðjubréf. Þannig að ég vann svo aldrei neitt úr þessu. Þetta var bara einhvern veginn verkefni. Þú veist, mamma deyr, ég breyti því ekki. Systir mín deyr, þú veist, það er allt svona fortíðin. Og svo fer maður bara einhvern veginn svona áfram á hörkunni. Akkurat. Og ég faldi mig rosalega bara í vinnu og æfa og þangað til bara fyrir rúmum 4 mánuðum síðan að á leiðinni vinnu þá bara datt ég niður. Þá bara örmagnast ég bæði líkamlega og andlega. Þegar ég kom hingað fyrir rúmum 2 árum síðan og fór í viðtal til Sæunnar, þá kenndi hún mér að þetta heitir allt einhverjum nöfnum. Þú veist, það er kynferðisofbeldi, það heimilisofbeldi, það ákveðin vanræksla í gangi, bæði heima hjá mér og skólakerfi fannst mér bara brugðist á þeim tíma. Já.
það var svona ekkert hlúð á manni. Og hvað ertu gamall þegar þú kemur hingað og þú ert fullorðinn maður þegar þú fyrst? Ég er 51 árs þegar ég kem hingað. Já. Ég er að vera 49 ára gamall þegar ég bara dett niður. Já. Bara örmagna bara. Ég gat þetta ekki. Nei. Og hvaða ferli farið þá inn í hér? Það er bara viðtöl, og bara stíf viðtöl. Og það sem er svo gott hér, það er það að þeir ráðgjafar sem að starfa hérna hafa einhverja sögu sjálfur. Þannig að mér gekk betur að tala við ráðgjafa hér hjá Aflinu heldur en sálfræðing. Já. Mér fannst það betra. Einhvern sem raunverulega skilur þína sögu og hefur upplifað. Já, og hvað hlutirnir heita bara réttu nöfnum. Og þú veist, mamma mín var dásamlegasta kona í heimi. En þú veist, hún var ofboðslega böguð. Þannig að þetta var svona erfitt. Og erfitt að vera 49 ára og halda að maður sé einhver rosa jaxl. En þetta bara svona niður og bara get ekki neitt. Og engin rökhugsun dugar á því, vegna þess að líkaminn hlýðir ekki. Eftir fyrstu heimsókn Kristjáns í Aflið hófst samtalsmeðferð og regluleg viðtöl hjá ráðgjafa. Við skulum heyra Kristján lýsa því hvernig sú aðstoð sem hann fékk hjá Aflinu hefur gjörbreytt líf hans. Það sem er svo gott í dag fyrir mig, það er það að því að ég komst í Aflið, þá er ég miklu hæfari til þess að ala upp mín börn. Já. Ég er bara miklu hæfari til þess. Að hvað leyti? Öllu leyti? Já, kannski? öllu leyti. Get bara gefið mér af mér og er bara, og mér líður bara ekki svona illa í hjartanu. Nei. Ég er búin að losa mig frá þessu. Meira pláss fyrir eitthvað annað. Já, nákvæmlega. Ég á sjálfur tvíbura. Já. Gengur í eður. Já, og það er æðislegt að hafa alist upp sem tvíburi og eiga tvíbura, stelpa og strák, gat skýrt í höfuð á systur minni og þú veist, þetta er allt mjög gjöfult og 17 ára strák sem ég á og svo 25 ára sem byrja í Reykjavík úr fyrra-sambandi og það er allir góði vinir og þú veist, ég get verið ábyrgur pabbi. Ég lærði það ekki af foreldrum mínum, skilurðu, hvernig ég átt með hvaða veganesti ég átt að fara til lífið. Nei. Nú kem ég hérna sem starfsmaður í haust og er að læra af stelpunum og konunum sem eru hér, sem ráðgjafi og til þess að miðla minni sögu af því að saga mín er margþætt. Hún er ofbeldislega séð sem uppeldislega, hvernig mig ekki í skólanum, byrja ungur að drekka, stjórnlaust 14 ára, ganga illa í námi, hætta bara í rauninni 9. bekk og fara bara að vinna. Þarna skiptir lykilatriði fyrir mig að fer ég að hafa íþrótt og fara viðurkenningu. Það gerir svona útslæð á þetta. Og svo missa alltaf mömmu sína, svona ungur, úr slysförum sem er bara bein afleiðing af heimilisofbeldi. Og systir minn deyr af því að hún er misnotuð kynferðislega þegar hún er barn. Þannig að þetta er margþætt. Allir ráðgjafar hjá Aflinu tala einu máli þegar kemur að mikilvægi þess að þolendur ofbeldis rjúfi þögnina og leiti sér hjálpar og það sem fyrst. Það er alveg ljóst að úrræði fyrir þolendur ofbeldis og aðstandendur þeirra eru allt of fá og á landsbyggðinni eru stór svæði algjörlega úrræðalaus. En fyrir þá sem eru hjálparþurfi er hægt að leita til Stígamóta, Konukots og Drekaslóðar í Reykjavík, til Sólstafa á Ísafirði og svo er það Aflið hér á Akureyri. Dyrnar hjá Aflinu standa öllum opnar. Ofbeldi er ofbeldi, sama í hvaða mynd það er. Sem starfsmaður Aflsins þá langar mér að skila einhver til samfélagsins. Af því Aflið er bara samfélagslegt verkefni. Ég held að samfélagið okkar þurfi Aflið, klárlega. Alveg eins og í Reykjavík með Stígamót og Kvennaathvarfið. Þú veist,
það enginn sem myndi vilja það að þetta myndi lognast út af þessu. Við viljum ekki sem samfélag og borgarar að fólk þurfa að upplifa ofbeldi í hvaða mynd sem það er.